Fyrirtæki sem slíkt sérfræðingur bara í meðhöndlun bara gagna og upplýsinga. Þannig að við erum bæði að reka svona físíska geymslu á Reykjanesinu með 4500 fermetra húsnæði sem geymir bara skjöl og minjar. Svo erum við með ráðgjöf á sviði skjala og upplýsinga. En síðan kannski aðalvaran okkar Core Data sem svona upplýsingastjórnunarkerfi. Í svona stuttumáli hvað það er bara hjálpa fyrirtækjum að geyma öll skjöl og gögn, tölvupósta og svona gefa eina sýn á allar upplýsingar innan fyrirtækisins. Core Data kerfið okkar software as a service. Og ég var svona bara til gamans svolítið að rifja upp við byrjun 2009 hvernig var að fara að hitta viðskiptavini og segja 2009 heyrðu við erum með kerfi og það í skýjunu. Og það var alveg bara hvað áttu við og ég var svona kannski að leika mér aðeins með það þegar fórum að útskýra síðan hvernig það væri og hvernig við komum í rauninni fyrir bara eins og svona brjálaðir vísindamenn í hvítum sloppum með hanska og vorum bara að hræða fólk. Við seldum ekki neitt. Fyrir við fórum svona bara breytum strategi og segja hvað erum við að bjóða upp á? Jú, við erum að bjóða okkur upp á að geyma skjölin ykkar á hagkvæman hátt og með gott aðgengi og svoleiðis og við tæknimennin vorum settir aðeins til hliðar sko. Þá fór þetta að ganga aðeins betur. Þannig ég svona til gamans rakti þessa sögu og svona kannski enda á því að reyna að taka saman hvernig veruleikinn í dag. Þessi nýjungagerna þjóð Ísland aftarlega á merinni þegar kemur að þróun í skýjaþjónustu. Þannig að við erum svolítið bara að reyna fyrst svona við erum catching up sko. Þannig að fyrirtæki sem í Bandaríkjunum svona búið við og haft aðgang að þessar þjónustu í fjölda ára. Þannig að við erum bara loksins að geta nýtt okkur það innanlands sem skiptir máli að því við borgum ekki fyrir bandbreidd erlendis. Þannig að loksins koma alvöru lausnir hérna sem að íslensk fyrirtæki geta nýtt sér og ég held að það verði, ef við horfum bara á það, verði ákveðin bylting. Ef þú ætlar að vera með og fylgja bara hraðanum í þróun, kröfu til öryggis og uppitíma og allt sem í gangi, þá verður að fara að skoða ský og þú verður að vera með, annars verður bara eftir. Það bara kröfunar í rauninni, það var snúist og ég fór svona aftur eins og að rekja þennan tíma. 2009 vorum við og komum inn og allir hræddu við okkur ef við erum að tala eitthvað skýið. Núna komum viðskiptavini og leita til okkur af því að við erum í skýjunu. Og rauninni, þegar menn voru, að því að tala svolítið öryggi, þegar menn voru áður, maður var alltaf að samfæra af hverju skýið í lagi, það nægilega öruggt. Þá þetta núna, við höfum erfitt með að uppfylla öryggisstaðla nema að fara með einhverjum sérfræðingar sem eru algjörlega með allan infrastruktúrinu sem við þurfum að geta að tékka við. Bara fyrirtæki sem við þurfum að geta sagt, já við erum með auka vélasal, já við erum með öll gögn í þríriti, við erum með svona, við getum dreift backupum, við getum verið með einangrun net og við erum með þetta og þetta. Við getum bara tékkað í þessu box að því við erum að nýta okkur líka skýið, ekki bara bjóða upp á þjónustu í skýjum.